Nú góðan daginn. Nú erum við komin eftir á stað í smá svona gorðureldafjör og í fyrra vorum við með tvo svona kvöldfundi þar sem við fórum yfir gróðurelda og það voru nokkrir sem höfðu sambandið og spurðu hvort það væri hægt að keyra og slíkt og þess að menn eru erfitt með að komast að á sama tíma. Það var bara að skella þessu bara á neti, svona smá pælingum og svona til umhugsunar fyrir gróðurelda. Ég kom fyrst nála þessum 2007 eða 2008 þegar við byrjum að vinna að bókinni í gróðureldi hjá Brunamálastofnun sem kemur út 2009 og það er svona það sem að var ýtt þessu vel á stað. Ég var búinn að áhuga þessu og ég var í Slökkviliði Reykjavíkur sem búfræðingur, haft áhuga á gróðureldamálunum og seinöldum og hann var alltaf að stússa í því. Og síðan fór ég 2015 á svona stjórnundanámi í Noregi í sambandi við skógarelda og tók nokkra myndir sem ég sýni ykkur hérna með í þessu. En það sem menn kannski velta fyrir sig sambandi við tíma gróðurelda, það sem að menn kannski eru nú oftar en ekki hugsandi vorin, en það er samt ekki alltaf vorin sem eru stærsti gróðureldatímabilið. Það getur verið líka á haustinu og veturna þegar allt er þurrt og sinnan er þurr og engin snjór og þá hafa menn lent í stórum gróðureldum og mjög alvarlegum og löngum á Norðurlöndunum. Það er með yfir vetrartímann, þannig að þetta er ekki bara vorpakki þó við séum núna að fást við þetta að vori til og búin að vera að fá töluvert mikið af gróðureldum og því á bara þegar að meira sér á haustin þegar að sem sagt vera að rakast í gróðursins minnkar þótt hann sé ennþá grænleitur og þá er hann auðbrennilegri í þurrkum og þegar aðstæður eru þannig að ekki hefur rignt lengi. Það er nú þannig að Veðurstofan á þessum tíma þegar þessi bók er gerð, þá fara þeir á stað í svona aðgerðir í sambandi við það hvernig menn geta varað við og fylgst með rakastigi og hættu á gróðureldum og sjálfsögðu náttúrulega þá eru hugsunum lokanir og viðvaranir og að því að það er ekki bara kannski svæði sjálft sem við erum hugsum heldur nágrennið og mengunin og það geta komið alveg mikil mengun í námunda við þéttbýli af svona stórum gróðureldum ef að vindátt er þannig og fer á íbúðabyggð eða sjúkrahús eða annað slíkt sem er kannski nálægt þessum svæðum því að mótt kannski mann eftir Sinubruna sem var í nágrenni við Akureyri fyrir allmörgum árum síðan og það var bara mengunartölu þar upp úr öllu valdi og voru þannig langt umfram öll heilsufarsleg mörk mengunin í því En kannski fyrst við förum að velta fyrir okkur þessum blessuðu gróðureldum eru þetta með gróðurelda og forganga því að við eigum það svolítið til að líta á þetta sem ekki forgangsútkall og það sé sem sagt þurfi ekkert að flýta sér. Og það þarf að velta fyrir sig hvað og hverjir eru í mestri hættu. Við veltum fyrir okkur hlífðarbúnaðinum og við veltum fyrir okkur stöðuna á þeim tækjum, það er ökutæki sem við höfum og hvaða mannskap og hversu lengi er við þennan mannskap því að það er alltaf þetta er erfið útgjöld og það þarf að velta fyrir sig bara kalla til aðstoð og gera það kannski ekki hann seint og seint því við þurfum að hafa svolítið þetta í huga því þetta getur tekið svo langa tíma og þá er þetta náttúrulega þetta er mjög dýr útgjöld og við getum sagt að það sem gleymist oft í þessu er það að stjórnendur í svona útgjöldum að við höfum kannski nóga hendur en þetta er það sjaldan sem á svona bruna að gera menn þótt þetta sé eldur að þá eru reynsla stjórnanda í svona útgjöldum, hún skiptir gríðarlega miklu máli þetta er svolítið öðruvísi hugsun heldur kannski venjulega húsbruna og við kannski myndum vilja bara ganga út frá því strax í byrjun að gróðureldar eru bara forgangsútkall, það er ekkert flóknara það, við erum ekkert að fara í þetta á eftir, þannig að við drífum okkur stað því að við höfum möguleika á því að slökkva þetta ef við tökum þetta á forgangi og erum komin tímalega, það skiptir máli hvað er langt að fara en þar kemur líka þekking þá stjórnandans eða hópsins á landsvæðum líka miklu máli og
Og síðan bara leið og þetta fer að verða meira og eldhæðin, eða í hvaða gróður eldurinn kominn, þá getur þetta orðið að hamförum, því að þetta fer það hratt og það mikill eldur og mikill hiti sem kemur að þetta getur orðið bara mjög slæmt, sko. Þetta svona útkall, ef við missum það og ef við tökum þetta ekki sem forgang í byrjun og missum þetta mikið, þá þetta náttúrulega orðin jafnvel einhverja sólarhringa að vinna og jafnvel meira eins og það erlendis. Miklu meiri bara einhverju sólarhringar, bara getur verið nokkrar vikur sem að tekur þetta og náttúrulega gríðarleg eyðilegging. Og þetta kostar náttúrulega gríðarlega mikinn pening og svo ef kannski eru komnar þyrlur til aðstoðar í þessu, þá þetta náttúrulega svakalega dýrt ef við missum þetta of langt frá okkur. Menn eru kannski oft gleyma því að hvers konar skógar eru hættulegir, þessu koma kannski betur að og eftir, en furuskógar, ungi furuskógar, þeir eru í svona hallandi landslagi gríðarlega hættulegir. Skógareldur náttúrulega þannig að þegar við förum í eld í húsi, þá erum við bara að fást við eld í húsi og kannski mögulega einhver útbreiðslu í nærliggjandi byggingar, en þessi gróðureldur, hann bara á ferðinni, hann bara á leiðinni eitthvað og við erum alltaf að breyta og taktíkjafel og þurfum að endurskoða okkur reglulega í því að þarna bara eldurinn og vegi ferð og við erum konir framhjá eða farnir einhverjar hundruð metra ef ekki kílómetra frá því við byrjum og allar aðstæður breyst. Þannig að slökkvi áætlanir fyrir slökkvilið, það að segja að slökkvilið séu búin að kynna sér og gera áætlun fyrir þessa skóglenda á sínu svæði, eigi kort að þeim að hafi þekkingu hvar eru slóðar og hvar möguleg vatnsöflun ef það fyrir hendi og þetta þarf að gera og vera með klárt, sko. Og gera náttúrulega þetta sem við höfum tök á að senda SMS og rýma svæðin fyrr en síðan, því það bara þannig að þetta getur orðið bústaðir eða byggingar geta hreinlega lokast inni í þessum skóglendum sem eru síðustu ár, frá því bara 2009 þegar við byrjum að stússa í þessu, þá þetta breyst gríðarlega, skógur aukist, skógur hækkað og þannig það má líka kannski hugsa sér að stjórnandi á leiðinni, hann spyrji bara hreinlega eins og neðarlínuna bara hvað þið getur fengið betri upplýsingar með þeirra á leiðinni, þið þekki ekki svæðið af þeim sem hringja inn, hvernig gróðurfarið og hvernig landslagið og hvaða hættur eru mögulegar á ferðinni, þannig að þetta gera ráðstafanir strax í byrjun ef langan veg að fara. Og það sem kannski menn hugsa síðan líka þetta með hverjir og hvað mestri hættu og sjálfsögðu áttur eru lífin í mestri hættu, en þá erum við kannski ekki bara að tala íbúana eða dýralífið, heldur líka viðbragðsaðilar. Því að í skógar eða gróðureldum þá er það bara þekkt erlendis að þeir sem að vinna viðbragðsaðilar að vinna þetta, þeir að örmagnast og jafnvel að lokast inni. Og svo náttúrulega gríðarleg verðmæti þar sem eru komnir miklu nytjaskógar fyrir þá bændur sem hafa verið að gróðursetja og þetta eru miklu peningar í húfi, þannig að þetta ekki bara eitthvað trétrall, sko. Það sem hefur oft verið talað síðustu ár, en ég veit ekki hvort einhver hefur gert eitthvað í þessu, en það ef við hugsum stöðun á hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna. Það náttúrulega bara galið að setja húsabruna hlífðarfatnað, eins og við þekkjum úr venjulegu slökkvistarfi, í gróðureldi, þar sem menn eru á ferðinni, þar sem menn eru að labba upp brekkur, þar sem menn eru í þýðu landslægi. Þannig að þarna komum við að því að það þarf að hugsa allt mál, gagnvart því hvernig við ætlum að hugsa mannskapinn okkar, og það spurning hvort að eigi vera svona landslýsu, annaðhvort hópur eða gallar í gám, þegar tilbúnir einhverju 50 gallar sem að menn, sem eru sérhæfðir gallar eða sérhæfðir hópar, þar sem að menn eru með léttari fatnað, með góða skófatnað og með eins og bæði léttari hjálmar, og það eru ýmiss konar öndunarvörn sem hægt að kaupa, grímur sem að taka þessar sótagnir, og það kannski það sem menn gleyma oft í þessu það að við notum þessar grímur sem ekki sjálfslega öndunarbúin, þetta svona grímur og svona síur til þess að bara losna við sótagnir sem bera mengandi efni ofan í lungun. Við veljum forðast það og við þurfum að
passa það allir í námunda við slökkvistarfið, hvort sem það þegar að slökkvistarfið sjálft eða eftir að menn að ganga og slökkva í gláðum, að menn séu allir með grímur til þess að losna við að sótið beri eiturefnin og lungun. Og þannig að þetta að ég held ekki komið en þá, því að ég bæði eru hjálmandi léttari, það eru betri glerugu, það þessi öndunarvörn, gallinn miklu léttari og ekki eins heitur, og svo náttúrulega skófatnaður og hanskar, og þegar maður hugsar eldhanskana sem við erum að nota í húsbrunna deildinni, þá þeir ekkert rosalega þægilegir í svona handavinnu með verkfæri í langan tíma. Þannig að þetta eitthvað sem að verður að gera. Við verðum að hugsa öryggi slökkvismannanna og aðbúnaðinn að þeim að þeir hafi fatnað til að vinna þetta erfiða starf sem getur verið marga klukkutíma. Og einnig erum við náttúrulega bara að velta fyrir okkur þeim tækjabúnað sem höfum við léttari bíla sem við getum farið inn á vettvang, sem við getum farið þessa skógarstíga. Við þurfum að leita á náðir sérstætt björgunarsveita með þá 4-hjól og 6-hjól eða einhverja jeppa eða eins og við sáum í núna í Heiðmerkurbrunanum hreinlega snjóbíla og fleiri tæki sem auðvelt með að komast svona erfitt landslag, og það þarf að vera til hellingur af handverkfærum, allavega handverkfærum og léttari slöngur. Þegar við tölum sko vinnu á vettvangi, þá erum við að tala náttúrulega að það þarf að leggja slöngulækni, það þarf að gera þetta í raun og veru svipuðum pælingum með fæðulæknir og greina út í miklu grennri slöngur heldur nokkuð að við erum að gera brunavettvangi, og maður hefur bara séð og gert sjálfur náttúrulega þetta að vera með allt mikið vatnsmagn, vera að nota mikið vatnsmagn í slökkvistarfið í jaðrinum á gróðuröndum heldur að raun og veru maður þyrfti. Maður þarf að nýta vatni bara eins og við tölum í sambandi við húsbruna, nýta vatni vel, og við komum að því betur eftir með svona þumaputtareglur í sambandi við notkun á vatni. Við erum með hjá SOS, við erum með garðkönnur til að sjá á einni stöðunni þar sem við getum tekið, eins og við verðum að fara í BSU, þá taka menn bara með sér garðkönnur, menn að fara í svona minni bruna, þannig að þú ert með kannski einhverja læki og fleira sem þú getur sóttið vatni í og nota garðkönnur til þess að slökkva það, til að bleita og til þess að hjálpa þig við vinnuna, og léttari dælur, léttar flotdælur, og þetta eitthvað sem að slökkviliðið hafa verið að kaupa undanfarið, og svo náttúrulega nýjasta hjálpatæki drónarnir, það náttúrulega bara klárt, og í brunanum upp í Borgarfirði, hvort það væri fyrir að hitt verið, sem að þeir fengu dróna sem að hjálpa stjórnvöldum til að sjá útbreiðslu og gera slökkvi áætlunum sína á staðnum, vegna þess að menn sjá umfangið og sjá landslagið og geta betur gert sér grein fyrir útbreiðslu hraðanum. Ég segi þetta segl líka því að það við sjáum betur á myndum á eftir það sem að menn geta búið til svona litlar vatnsþrær með seglum við litla læki og sótt sér vatni til slökkvistarfans. Hvaða mannskap höfum við, hversu mikinn fjölda, því að það verður nú gaman að sjá hvað kemur út eins og núna þessum stóra, sem ég held nú bara að sé svo stærsti, þótt þetta kannski sé ekki jafnmargir fermetrar og urðu á mýrunum, en þegar maður sá beinu lýsinguna frá Hveragerði, eða frá Heiðmörk, frá Heiðmörk þegar þetta var komið í trén og þetta stóðu sko eldsúlurnar upp í loftið, og þetta var náttúrulega svaðalega mikil aðgerð, og örugglega stærsti mesti brunin, sem sagt svona brunalega séð, þótt að sé ekki sem fermetra séð, en það voru kannski ykkur 60, 70, 100 manns eða meira sem voru að vinna á vettvangi og ekki bara slökkviliðsmenn, þannig að þá var bara spurningin, eru við með hlífðarbúnað fyrir allir með grímur, alltaf sem betur eru grímur og það miklu algengar í dag í öllum bílum viðbragðsaðlætinu voru bara fyrir nokkrum árum síðan, og það má kannski þakka COVID fyrir það sko. En síðan alltaf þarf að koma þá á fjarskiptum, við þurfum að ná að sambandi við alla þessa hópa sem við erum nota úr skipuleggingu og brjóta upp í fleiri hluta í fjarskiptunum, þannig að við getum verið með öryggi fyrirrúm, ef eitthvað kemur upp á í einhverjum hópi, að stjórnandi sé með á kortinu og sé hvaða hópur eru hvar og geti sendt á aðstoð eða hjálp ef einhver slassast eða meiðist eða lendir í einhverju brasi. Þannig að þetta náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum að huga að, og það ekkert hægt að nota þennan mannskap mjög lengi, því að við það að vera að vinna á vettvangi á svona svæðum, þá náttúrulega gríðarlega
þreytast menn mikið í svona endalaust að fara upp og niður í þúfum og onni í gil og gjótur og hitt og þetta. Við erum mjög fljótir að keyra mannskapinn út og þannig að það eitthvað sem við þurfum að hafa svolítið í huga líka. Og síðan bara eins og ég myndi þá þarna í byrjun þetta með að koma nýjum stjórnendum inn í verkið, koma mönnum á stað þannig að menn sitji bara ekki þarna í einhverja tugi tíma og við séu þeir einu sem geti stjórna því að það þarf alltaf að koma mönnum inn í og fjölga og koma þannig mönnum og koma reynslunum meira en kannski þetta það fá tilfelli að það kannski ekki margir stjórnendur á svona litlu landi sem að kannski geta orðið góðir eða geta haft þessa reynslu. Jú, þetta geta menn lesi til og koma sér inn í þessi mál. En það þarf að koma, þú veist bara eitt af þessum fyrstu hlutum, ekki bara að koma vatni til að slakka heldur og koma drykkjarföngum og mat og aðstöðu til að hvílast og færa alveg klósett og fleira þannig að við höfum möguleika á því að fólk ekki komist á klósett því að þetta náttúrulega eins og svona stóru eldar eins og sáum þetta tekur marga klukkutíma og fólk að koma kannski úr annarri vinnu og það bara nauðsynlegt að hafa þessa þætti í huga. Og það náttúrulega bara þessa blessuðu forvarnir sem að þarf að huga núna eins og sko það búið að vera þurrt mjög lengi og ég hefði viljað sjá miklu fyrr bann við reykingum inn á öllum þessum skógarsvæðum, bann við lausum elda, fólk sé að grilla og auka gæslu og þannig að menn væru að fylgjast vel með hvort að fólk sé á vafri og reykjandi eða grillandi inn á svæðunum og það bara, það hlýtur að þurfa að taka einhvern veginn á því. Nú ætlum við að vera þannig þá í þessari forvörn að vera að skoða loftmyndir, ég meina hvaða skólendu höfum við kringum okkur, getum við byrjað að skoða og gera þessar slökkvuáætlanir fyrir því. Og síðan bara þessar aðferðir sem við ætlum að gera, ætlum við að nota svo kvölda mótbrunn sem við komum betur í eftir, ætlum við að fara beint í að slökkva eða ætlum við að reyna bara að gera einhverja varnarlínu, þannig að það er svo margt sem þarf að hafa að huga í öllu þessu og það eru náttúrulega bara, þú veist, gróðurelda bara, þá við skoðum bara eins og þetta með eldsmatinn og hversu þurr eldsmatur og hversu ef við til dæmis skógur sem hefur verið að vinna í og sem er búið að vera að höggva og mikið af þurrum gömlum greinum og mikið af skógabotninn þurr og mikið af fínum greinum sem eru auðtendranleg og hversu mikil það og er hann láréttur eða lóðréttur, hvernig er eldsmaturinn og er þetta stóri stólpar eða er þetta smágerðir og fíngerðar greinar og við veltum fyrir okkur veðrinu og vindhraða og vindstefnunni. Mjög þurrt loft og hitinn, hvernig er spáin fyrir næstu klukkustundir og svo bara næstu daga og staðhættir á landslag, hvernig eru hlíðarnar, eru gjótur, í hvaða átt stefna hlíðarnar, við erum að spá alltaf í eins og yfir daginn, þetta eykst yfirleitt seinni bara dags þegar sólin er búin að hita vel landslagið og síðan þegar kólnar á kvöldin þá yfirleitt hægir á þessu, það lægir oft á, veðrið lægir á nóttunni, þá tættir þetta og þannig að þetta er svona, menn þurfum að standa klárir og velta fyrir sér mörgum hlutum í þessu og síðan bara, erum við að fást við þá bara eins og við göllum þessu gömlu síðnuelda eða erum við að fara komnir í lággróðurinn eða svona hraðeldar sem eru svona trjákrónu eldar og líka getum við mögulega, bara ef þau brunnið áður og hvernig fór þetta þá, hvaða reynslu höfum við að svæðinu, hvaða þess við höfum til þess að byggja á þær ákvarðanir sem við tökum. En við höfum svona nokkra áhættuþætti og það eru, eins og við sjáum hérna, það eru sem sagt furuskógurinn sem er ungur og jarðvegurinn er grunnur. Það er bara mjög stór áhætta og mikil. Það er náttúrulega móti eins og greniskógur í svona kannski sem sagt miðlungsgamall og í svona miðlungsjarðvegi af því að það skiptir svo miklu máli hvernig jarðvegurinn er, það er kannski ekki mikil hætta og lauftrén þar sem eru miklu minni áhætta heldur en þessi ungu furuskógar. Þannig að þetta er eitthvað sem að segir okkur bara svolítið það útbreiðslu og hættu sem við höfum, erum við með birkið eða með aspaskógana eða hvað er með í gangi, birkið eða furu eða grein. Það eru náttúrulega bara svona í bókinni, það er talað um útbreiðslu hraða og ef við tölum bara léttlendi
sem sagt sko láglendi, sléttlendi, svona viðmiðunartölur. Í svona lágum gróðri þá er þetta kannski að fara 9 til 11 metra á einni mínútu. Og í kjarrinu 10 til 30, ef þetta komið upp í greinar í toppeldin, þá er þetta 30-40 metrar á mínútu. Og síðan bara kemur vindáttinn og vindhraðinn og hitinn, lofthitinn sem að breytir þessu öllu saman síðan. Það getur orðið margfalt hraðara. Og það sem alltaf líka bara, þessar gróður leifar á jörðinni, lúpínu breiðurnar, við erum búin að vera að fást í það á höfuðborgarsvæðinu, það er alveg skelfilegt þetta eiga við þær. Þær eru ill slökkvanlegar, þannig að þetta eru margir þættir sem koma að þessu og hérna. Þannig að það er alltaf margir áhrifaþættir sem koma að þessu, veður, eldsneyti og landslag. Yfir daginn hitar sólin og þurrkar allt og gerir allt mjög auðtendranlegt og vindurinn alltaf kemur og blæs í glæður og hann hraðar útbreiðslunni og svo þetta eins og við sáum þetta hvirflana í þessum heiðmerkurbruna sem alltaf feykir neistum og glóð út allt sem getur þá kveikt í annars staðar í kring og eykur útbreiðslu eldsins og gerir vettvangi mjög hættulegan þar sem maður getur farið að kveikna í á ýmsum stöðum að sem við kannski sjáum ekki og lendum þar að lenda í vandræðum. Þannig að við erum búin að tala um það, við ætlum allavega að hafa þetta forgang klárt, við ætlum að finna kort, eiga kort klár og við ætlum að vera búin að stúdera svolítið vegina, við ætlum að reyna að vita hvaða vegir þola þessi ökutæki sem við erum með og við höfum við aðgang að léttari ökutækisönginni og síðan má bara velta fyrir okkur tegund árásana hjá okkur, ætlum við að vera með þurra eða blaut, svona beina eða ábeina árás á eldinn og síðan er alltaf bara ástæður þessara gróðurelda og samkvæmt sænsku bókinni að þá er náttúrulega mestu hlutan kannski óupplýstur en samt eru eldingar, reykingar og íkveikja og fólk er svo með grill og er að elda og síðan alltaf verða gróðureldar þegar bílslys verða og ökutæki og neistar og eldsneyti lekur, þannig að klárt er þetta og það er nú meira svo þannig að eldingar, það kom ekki alltaf bara eldingar í rigningu, það getur bara þessi litla rigning sem kemur og hún kannski er ekkert að ná að bleita það mikið í jarðveginum að það skipti einhverju stórmáli þegar þetta fer á stað, þá er hitinn frá eldinu svo fljótur að þurrka nokkra dropa rigningu, þannig að svo skiptir náttúrulega máli líka í þessum árásar áætlunum okkar, hvort við höfum bara yfirhöfuð aðgang að einhverju vatni eða ekki. Og hvernig á hvaða svæðir við að fara að slökkva. Þannig og menn verða að velta fyrir sér eins og til dæmis á Kjalarnesi síðan eitt ár þar sem að menn voru með mjög stóran sinueld, það var ekki komin í gróður, það var gríðarlega mikið sinueldur og svakalegur reykjar mökkur og þá eru mikið af alifugla bílum þarna í grenndinni, kjúklingar og svín og þá er þetta bara spurningin, er þetta slökk á loftræstukerfum eða hvernig getum við komið skilaboðum til bændanna með það að meðan við erum ekki búin að ná tökum á útbreiðslunni þá verður náttúrulega að gera einhvers konar ráðstafanir með það líka. Þannig að ekki bara fólki sem að kannski og auðvitað með að forða sig eftir dýrin sem að innilokuð í búrum. Þannig að þessi svokallaða þurra aðferð að menn eru að búa til brunagötur, menn eru farnir búin að ákveða hvert við ætlum að hleypa eldunum eða við ætlum ekki að fá hann lengri þetta á, það byrja slökkviliðsmenn ekki mikil hættu og við erum bara að nota handvarkar, við erum að grafa niður í rakt yfirborðið og reyna að krafsa upp og reyna að taka greinar frá, búa til svona einhvers konar slóða og þetta náttúrulega, þetta tekur tíma, þetta tekur langan tíma og þetta þarf að vera allavega 1,5 sinni stærri eða breiðari heldur en hæð gróðursins, þannig að við verðum að gróður, eldurinn hann nær svo yfir, hann er svo fljótur að fara, þetta er ekki nóg að setja bara kannski einhverja 50 cm eða eitthvað, stundum þarf þetta bara að vera miklu breiðara og síðan eru þá menn búin að leggja þá lagnir og eru það búin að bleita síðan meðfram þessari götu sem eru búin að búa til þess að búa þetta til enn breiðara, þannig að það er búið að taka eldsmatinn frá og það er búið að bleita síðan meðfram í þeim megin sem að eldurinn er að koma, þannig að líkurnar á því að þetta stoppi þarna eru bara töluvert miklar. Og síðan bara þessi þá beina árás á eldinn, eins og við kannski höfum verið að vinna, bara fara á jaðrana og kantana og byrja að bleita
og klappa og reyna að koma það niður, þá er mjög erfitt að komast beint á hausinn og það sem útbreiðsluhraðinn er mestur, en ef við getum reynt að breyta stefnunni með því að taka hliðarnar en vera það kannski ekki eltast við lið sem að kemur til með að sloppa á vegi, en við sáum bara að meiri sé svona tveggja akreina steyptur vegur þegar það er hvasst og töluvert svona mikið lúpínu breiður og sina, þá eru glóð að fjúka yfir þennan veg og kveiki hinum megin, þannig að þetta er mjög fljótt að breytast. Þegar við erum að bleita svona líka frá kannski öðrum stærri götum, og þá getum við mögulega að nota líka 0,1% til 1% froðu til þess að vatnið verði svona minnka yfirborðsspennu vatnsins og það smjúgi betur niður. Þannig að menn geta hugsað það ef menn hafa aðgengi að froðu að nýta hana í þetta verkefni. Og það er nefnilega glettilega lítið af vatni sem við þurfum að nota. Raun og veru við svona beina árás á kantinum þá er sem sagt svona cirka 3 lítrar á fermetra sem við ekki má geta nota, og til að hindra útbreiðslu, bara til að bleita svona jaðarinn, þá þarf ekki nema bara 1 lítra á fermetra. Bara rétt að vökva, þannig við erum í raun og veru að nota okkur það að hafa bara eins og í úðastútnum að reyna, við erum ekki að bora bara onni með beinni bunu og dæla 20 lítra á smá svæði, heldur að nota, að bleita og rétt að bleita í. Það gerir eiginlega mikið, sko. Þannig að þetta er sem sagt svona, sko, ef að í þessum lægri sinvöldum, lægri gróðuröldum, þar sem að þetta nær ekki sem sagt meiri svona meter á hæð, þá geta svona brunagötur bara dugað, en svo er leiðið til komið sko upp í 1,5 og 2 metra logar hæð, þá eru þessar brunagötur ekkert að duga nema þessu mjög breið, og það er miklu breiðari, það þarf bara aðrar hugsanir því, og þá erum við komin bara í það er svo erfitt að vinna að við þurfum helst náttúrulega að fá þá mögulega þyrlu til þess að aðstoða við að hindra útbreiðsluna, og þegar við tölum þyrluna náttúrulega sem að koma til þess að aðstoða slökkviliðsmennina, þá er það stjórnandi niður á vettvangi sem að leiðbeininni eða þá að þyrlan tekur borð til sín stjórnanda slökkviliðs sem að þau sambandi við þann sem er niðri og þeir í sameiningu stýra hver þyrlan er að fara að slökkva. Og þannig er þetta árangursríkast klárlega. Og svo eru menn að nota líka það að kveikja í, það er að segja nota þá að þeirra að breikka brunagötuna. Ef við erum með einhverja stíga, þá erum við að kveikja í þá eldmegin við þennan stíg. Við erum að kveikja í og slökkva í raun og veru, við erum að búa til kannski meter eða 2 með því að kveikja í, en þetta verður alltaf að gæta sína því að þetta fari ekki úr böndum hjá manni, þannig við erum búin að kveikja í og slökkva og þá fer þetta ekki lengra. Og þannig eru þá slökkviliðsmennirnir okkur öruggir á svæðinu, og þetta bara svo kannski einhverjir hlutar sem við tökum í einu, kveikjum í og leyfum að brenna svolítið og reynum að stýra því og slökkvum, og þá erum við líka að spá í hæð gróðursins, þannig að við séum búin að koma með nógu breiða götu og eins og segi best er ef maður getur bleikt í líka til þess að hindra það að glóðin sem að kemur fjúkandi hún drefst bara, þannig að hún er ekki að fara að kveiki í þessu svo auðvitað. Og síðan eru það sem að menn eru þá brenna. Þetta er hættulegt, þetta er snúið mál og þarfnast mikillar þekkingar á landsvæðinu og mikillar skipulagningar og góðs fjarskiptasamband sem eru með slökkviliðsmenn inn á svæðinu, bæði sem sagt með vindinn þá í bak eða sem sagt vera hlémegin eða vindmegin, og að kveikja í sem sagt frá þá þessari brunagötu og kveikja þau í þannig að þetta er þá orðið sko töluvert breitt svæði sem eru að kveikja í nokkru saman með sérstaka græjur sem við sjáum mynda á eftir til að kveikja í, og í raun og veru þegar að þetta er komið að staða þá vegna þess þegar að svona stærri eldar sem við náum ekki ráð við, þeir náttúrulega verið að búa sitt til sitt eigið veðurfar, að þeir nú draga síðan eldinn sem við erum búin að kveikja að sér og raun og veru þetta brennur saman og kemst þá ekki lengra. En þetta er svolítið snúið og
og þarfnast mikillar skipulagningar en virkar og þetta notum við í Skandinavíu mikið sko. Ég tók nokkra myndir bara svona til að sýna ykkur hérna tæki og tól og mögulega vasker og laugar og búnað sem að menn fóru með á þessu stjórnunarnámskeiði fyrir gróðurelda. Og inn í kerfinu eru menn með öll þessi helstu handverkfæri og þar eru garðkönnur og svona úðabrúsar sem þú tekur á bakið í eftir slökkvistarfið, gríðarlega virka gríðarlega vel. Og þarna sjáum við hérna á myndinni að það eru svona slönguburðagrindur og ýmiss konar bala til þess að safna vatni í og sláttraslöngur og handverkfæri sem eru í þessum kerfum. Og hérna sjáum við þennan brennara, þetta eru sérstakir svona með olíu sem að kveikir í og þú lappar og heldur þessum brúsa og lappa meðfram og eftir að kveikja í með þessu og þetta þrælvirkar og alveg magnað að sjá. Nú annað sem menn voru að nota þarna, þetta var komið svona í bruna neðanjarðar, það segja svona rótabruna í kannski hrauni og fleiri, þá eru menn með rekstúta sem að geta, vegum á rekstútum og stinga onni og slökkva og reyna að komast þannig að rótum eldsins eins og kannski mann gæti sagt. Og nú menn að fella tré, þannig að menn að búa til að kljúfa í sundur ef þetta komið í svona 3 krónu elda að stækka brunagötuna með því að fella bara reyna trén niður og þá hægt að bleita þar í en allavega þá hindrum við þennan hraða bruna sem verður í 3 krónum. Þannig að það þarf náttúrulega fagmenn í slökkviliðum, þjálfa menn í því að kunna fella tré og það þarf réttan hlífðarbúnað með því og þetta er mjög hættuleg vinna og alls ekki fyrir hvern sem að fara í þetta. Og hérna voru við búin að búa til svona krafsa upp þurran jarðveginn og búa til hérna brunagötu hérna inn með og síðan að fara að leggja slöngulegnir, svona stóra fæðulagnir niður götunar og þvert inn á, bara á 25 eða 50 metrar fresti, að þá kom 1,5 tonn inn á og svo dreift úr henni í miklu minni, bara litla tommu slöngur, bara svipað eins og við sjáum, þetta er svona bara garðúðuna sett. Og með þessu voru menn sem að leita og svo þetta lagt þvert inn á þetta svæði sem að þá var brunagata sem var svo að gera aðra brunagötu þvert á hina brunagötuna og þá var þetta lagt þar inn með og þá gátu menn verið að gæla og slökkva, bæði þegar menn voru að brenna á móti til að slökkva í og bleita meðfram. Þannig að við þurfum að eiga það líka að vera að draga svona stórar og þunga slöngur 1,5 tonn slöngur eða 2 tonn slöngur að draga þær til og frá 2-3 saman í þýðu landslægi og þetta gjörsamlega tekur orkuna alveg leið sko. Þannig þurfum að vera með minnkun og hafa litla slöngulækni sem við getum verið að pausast með. Og svo setja menn niður jafnvel svona sprinkler, svipað svona úðunarkerfi eins og á fótboltavöllum þar sem menn geta bara hreinlega rekið niður svona sprinklergaur og haft hann bara tilbúinn og svo þegar eldur verður nálgast og þá byrja menn aftur að bleita, þannig að þá þurfum við ekki að vera með slökkviliðsmenn inn í reiknum, þannig að þarna bara svona hálfgerður sprinkler þannig séð sem er að sprauta og þetta bara ásnöðu, þetta er ekki dýr búnað. Þannig að hérna verðum búin að leggja þessar hérna rauðuslöngu hérna inn með og erum með gulu stubbana og erum að bleita í og svo verður að kveikja sem þennan mótel, þannig að við breikum stíginn og með þetta kveikja í og á móti eldurinn og eldurinn var að koma hérna hægri megin frá. Þannig að þarna var komin brunagata og sett mótbruni á móti. Nú þarna var bara lækjarsbrann, þetta getur hugar að þetta myndi neitt virka. Þeir tóku bara segl og þetta var eina svona bara skurður, svona bara, maður hélt að væri tiltölulega lítið rennsli í honum, en af því að það þarf svo lítið vatnsmagn til að bleita og græja og gera og reyna að vera að nýta þessi svæði til að pumpa upp í svona litla laugar, þess svona barnasundlaugar eða tiltölulega einfaldur búnaður eins og við sáum bara kerinn og fleira sem að hægt að koma á vettvang og safna vatn upp í til þess að vera með og setja könnur í og allavega og náttúrulega bestu græjurnar í þetta með að ferja búnaða þess að stíga og slóða náttúrulega eru fjórhjól og sexhjól og þessar fínu kerrur sem að hægt að fá aftan í þetta sem eru á stórum dekkjum og geta borið þungan búnað, dælur og slöngur og allt þetta því að
þetta náttúrulega bara þarf að gerast tiltölulega fljótt, sko. Og það ekki bara kannski, sko, eða slökkvimáttur þyrlunnar, sem sagt að nota þessa vatnsskjólu sem var nú keypt þarna inn fyrir mörgum árum síðan, og það var önnur sem að þyrluþjónustan, ég veit ekki hvað búið að skipta nafn núna, sem að hún átti líka svona 500 lítra skjólu og við fengum hana upp á Rauðavatni og þeir voru með, sem sagt, að sýndu okkur, sem sagt, slökkvimátt hennar og hvað þeir voru svona. Þeir voru alltaf miklu minni vél og minna vatnsmagn, en þeir voru svona, þeir gátu stýrt rosalega vel hvert þeir settu vatni. En við getum líka notað til að flytja mannskap og búnað og flytja þá vatn, sem við skulum skoða líka myndband af því þar sem að þyrlan kemur og setur vatn í sundlaug, og ég er með myndband af því þarna eftir og síðan bara náttúrulega að mynda og gefa upplýsingar, taka svona útsýnisflug og skoða til þess að menn geti svona gefið sem sagt greinagóða mynd af útbreiðslunni og landslaginu. Þannig að með réttri notkun þá hægt að nota sem sagt slökkvigetu þyrlunnar og þessa vatnsmagn sem þeir hafa, og þarna skiptir náttúrulega flughraðinn og vindáttin og hæðin gríðarlega miklu máli að hvernig vatnsdreifingi verður, og það náttúrulega eins og allt eins og í þessu, það þarf að æfa þetta gríðarlega vel og þeir eru bara reglubundum æfingum þyrluflugmenn þarna í notkun á svona skjólum. Og hérna sjáum við og þessu myndbandi sjáum þetta bara þar sem þeir eru að koma með vatn í svona sundlaug, og þarna sem sagt var síðan nota vatn á þessari sundlaug í áframhaldandi með léttri dælu og menn tóku sem sagt í könnur og fleira, þannig að þarna er sem það að flytja vatn og nýta síðan í eftirvarslögnstarfi. Hérna sjáum við þessa könnur og þeir notuðu nú bara sem sagt svona uppþvottalög, bara gamla þolið, sko, settu smá slump út í brúsann til að minnka yfirborðsspennuna. Svo er þetta bara svona handpumpa og svo löpuðu bara með þetta og voru semst að slökkva. Og þeir náttúrulega voru líka með möguleika á hitamyndavélum, bæði semst úr þyrlunum og drónum og fleiru, þannig að það er alveg, þetta er svo margt sem við getum nýtt okkur í þessu. Þannig sem maður getur skoðað, en þetta er allavega svona smá hluti úr þess að við vorum með svona cirka 3 tíma í fyrra, tvisvar svona námskeið og þetta er svona rétt innsýnin inn í það hvað við erum að tala og þetta er náttúrulega miklu meira sem þarf að skoða í slökkviaðferðir og hvernig þetta er allt sem er unnið, og við þurfum allavega að koma strax á vettvang, nægjum drykkjarvöngum og mat, aðstöður fyrir hvíld og klósett, og síðan bara er náttúrulega mikilvægt að skoða eftir útkall, gagnvart reykeitrun og fleiru og í slökkvilið Reykjavíkur í gamla daga, þá eftir eitt stóreldin þá kom sem sagt trúnaðarlæknir Reykjavíkurborgar á slökkvistöðina eftir stóreld til þess að skoða hvernig var gagnvart sko reykeitrun mannskapsins. Það voru menn sem fundu sig mein og það er bara klárt að eftir svona stóra elda þá eru alltaf einhverjir sem eru með
einkenni reykeitrun. Við getum aldrei verið alveg lausir við því þess að við munum þá að reykurinn eldfimur og eitraður og öll eiturefnin ekki sýnileg og menn og eldur og reykur í svona gróðureldum, hann er hættulegur, það eiturefni í honum líka. Og þessar grímur okkar, síugrímur, það taka ekki öll eiturefni, þú taki filteri út sum efni en við þurfum að gæta vel af mannskapnum og já, vonandi gefur þetta ykkur smá innsýn inn í þetta sem við vorum að fara í fyrra, en tek kannski seinni hlutann seinna. Takk fyrir að hlusta, gangi ykkur vel.